Og þá segir fólk við mig, býtu, af hverju ertu að líkja þessu við ástandið árið 2015? Hlutirnir ekki jafn slæmir og við erum ekkert á sama staði eins og mörg Evrópulönd. Og því myndi ég svara, af hverju ættum við að bíða eftir því að hlutirnir verði jafn slæmir? Hvað fólk í raunin að segja þegar það segir að hlutirnir í hælisleitendamálunum séu ekki í raun jafn slæmir hér á landi eins og þeir eru í Evrópu? Það til þess að auka meðvirknina? Því að þó svo að ástandi sé ekki jafn slæmt hér á landi, að þá fólk að neita upplýsinga erlendis frá. Við sjáum það sem að gerast í Evrópu. Við sjáum það sem að gerast í Svíþjóð. Við sjáum það sem að gerast í Bretlandi. Þannig að þegar fólk að segja við mig að hlutinir nú ekki jafn slæmir hér ennþá. Nei, ennþá. En þetta líka eykur tortryggni. Þið sjáu alveg hvað að gerast á Facebook. Þið sjáu alveg hvað að gerast á samfélagsmiðlum. Þetta mun koma til með að margfaldast. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 31. mars og árið 2026. Mér langar að byrja á því að biðjast velvirðingar á því að ég hafi ekki verið með þátt núna síðasta fimmtudag. En ég glemdi að láta ykkur vita á þriðjudaginn síðasta að ég myndi ekki koma til með að vera með þátt á fimmtudeginum. Þar sem að ég var að fara með 4 unglinga og 1 rúmlega 20 til Porto að keppa í hnefaleikum sem að ég og gerði. En var bara að koma heim núna á sunnudaginn síðasta þar sem að ég ásamt liðinu mínu okkur tókst að sækja silfur og 1 gull sem að verður að teljast bara nokkuð góður árangur á þessu risa móti. En ég held að hafi verið, því man og ekki, ég held að hafi verið kringum 1000 manns sem að voru að etja kappi á þessu móti. En það sem sagt eins og segi, þetta var ástæðan fyrir því að ég var ekki með þátt fyrir ykkur síðasta fimmtudag. En eins og þið vitið þá getið þið fengið þennan þátt náttúrulega undan öðrum. Og það eins og segi, ég reyna að vera með þessa þætti þriðjudag og fimmtudag þó svo að sé bara svona upp og ofan. Og þetta ekki regluleg dagskrá eins og fjölmiðlanefnd vill meina. En ef þið viljið fá þennan þátt hins vegar undan öðrum saman hvenær hann kemur út þá farið þið náttúrulega á partus.is/einpæling til þess að fá þennan þátt án auglýsinga og undan öðrum. En að sjálfsögðu aðalmálið að þið eruð að styðja þetta framlag og það fyrir aðeins 990 krónur sem eru þetta brandari. Það ekkert í dag sem kostar 990 krónur og í raun meira að segja sko smáhlutir sem eru bara svona eins og kók í dós. Þetta einhvern veginn alltaf að hækka nema aðgangur að þessu hlaðvarpi. Þannig að ef að þú hefur íhugað þá hvet ég þig eindregið til þess að gera það. Það ekki mikið fyrir þig en ef að nægilega margir taka sér saman og gera það, það að segja gerast áskrifendur að þessu hlaðvarpi að þá gerir það helling fyrir mig og sér til þess að ég held þessu úti. Og þess vegna vil ég alveg sérstaklega biðla til þín kæri hlustandi að ef þú ert ekki búin að skrá þig að endilega fara á partus.is/einpæling í einu orði. En í millitíðinni að ef þú ert ekki búin að gerast áskrifandi og ert að hlusta á þetta á YouTube að þá máttu endilega gera subscribe á þessa rás og gefa því 5 stjörnur hvar sem að þú finnur það á hverskins veitu eða annar staðar. Ég pæla reyndar ekki mikið í því en mér skilst að þetta skiptir máli. Þannig að ef að þú getur fundið það á einhvers konar síðum eða einhvers konar veitum þá máttu endilega gefa því 5 stjörnur. Nú að lokum þá bara fésbókarhópurinn sem heitir Einpæling umræður þar sem að ég birti svona það þegar að ákveðinni gestir eru að koma og þá getur fólk tekið þátt í umræðinni með því að einmitt setja fram spurningar ef að áhugi fyrir slíku og bara taka þátt í þessu verkefni með mér. Það eru náttúrulega margir núna með live show, ég þarf eiginlega að fara að halda aftur, ég hef gert það 2 svar og með bara mjög eins og síðast við með Heiðar Guðjónsson og Þór Pálsson, það kom alveg sérstaklega vel út. Langar að fara að gera eitthvað keimlíkt aftur en það eru sjálfsögðu áskrifendur sem munu koma til með að öðlast forgang að því þegar að því kemur. Þannig ef þið hafið áhuga á því þá það enn meiri hvati til þess að fara á partus.is/einpæling og gerast áskrifandi. En vindum okkur í þetta. Ég ætla aðeins að koma inn á málefni síðustu viku. Það var náttúrulega eins og allir tóku eftir. Morgunblaðið birti á forsíðu Morgunblaðsins á miðvikudeginum að Hamas-liðar hefðu verið að verki í manndrápstilraun á Höfðatorgi sem að hafði átt sér stað nokkur áður. Og það reyndar svo litið sérstakt þannig að ég var að fara einmitt í flug
í þessa portóferð þarna 5 morguninn og hitti einmitt þar Stefáninnar á flugvellinum og spjallaði við hann þetta þar sem hann lýsti því fyrir mér hvernig stemmingin hefði verið þannig hádegismóum daginn áður en að þeir birtu þessa frægu forsíðu frétt en það sem að tók við var svolítið sérstök atburðarás þar sem að fólk fór náttúrulega svolítið að draga þetta í efa án þess þó að vera með einhverja forsendu til að gera það en samt var svona eins og að svona hagsmunagæsla beggja megin fór að eiga sér stað og mér langar að fjalla þetta í svolítið víðara samhengi og fjalla einmitt það hvernig ég tel að Ísland varðar umræðu þessi mál eins og Svíþjóð árið 2015 og það sem ég mun reyna að færa rök fyrir svolítið að þau mistök sem að Svíþjóð gerði þá ég ekki að tala fjölda þeirra sem að þeir tóku við heldur bara hvernig þeir áttu umræður þessi mál að ég tel að hér á Íslandi verðumst við að ætla að gera öll þau mistök sem að þeir gerðu í þeirri meðvirkni sem átti sér stað þar. En áður en við dembum okkar að öllu leyti yfir í það langar mig örlítið að koma inn á efnahagsmálin út af því að nú var Bergsveinn Sigurðsson með silfrið í gær og fékk hann þar til sín Bjarna Benediktsson sem að ég sver að hefur yngst því að hann, eftir að hann hætti sem forsætisráðherra þá virðist að vera sem að hann hefur eitthvað yngst. Mér langar jafnvel að segja að hann hafi sett smá lit í hárið nema þetta hafi bara tekið svona mikinn toll að vera forsætisráðherra en hann allavega lítur töluvert betur út en þarna var hann einmitt til þess að tala kjaramálin og það var svolítið sérstakt að fylgjast með umræðum þetta og búið að vera svolítið sérstakt að fylgjast með umræðum kjaramálin því að forsendur kjarasamninga eru augljóslega brostnar en ég ætla samt að viðurkenna það að tónninn orðinn allt svona öðruvísi hjá þeim svona aðilum sem að hafa verið hvað harðastir því munið eftir þegar Sólveig Anna kemur fyrst fram ára 2019 að þá kemur hún alveg rosalega hart fram og bara tilbúin til þess að leggja niður öll störf bara til þess að fá sínu fram sá tónn einhvern veginn horfinn og ég held að sé náttúrulega út af því að forsendur fyrir því að gera slíkt náttúrulega alls ekki fyrir hendi en samt svona það að komin ákveðin ládeyða yfir stéttarfélagsbaráttuna. Ég var að hlusta núna í morgun á Sonju Þorbergsdóttur og aðra konu sem ég veit ekki alveg hver heitir. Hún sem sagt formaður hjúkrunarfræðinga. Ég einmitt búin að vera undanfarið að særa hjúkrunarfræðinga svolítið mikið með því að færa rök fyrir því að það eru kerfislegir annmarkar sem að valda því að hjúkrunarfræðingar fá að mínu mati ekki vel borga og þeirra kannski ættu að gera en að framleiðni þeirra starfa heldur ekki nægilega mikil og ástæðan ekki sú að það sé einhver latur heldur einfaldlega sú að það eru kerfislegir annmarkar sem að valda því að fólk hefur ekki hagsmuni af því að standa sér betur í vinnu sem að veldur svona kerfislegri kergju inn á við og það svolítið áhugavert að núna búið að tala þessa áminningaskyldu að áminningaskyldan sé eitthvað sem að þurfi að vera fyrir hendi til þess að svona opinberir starfsmenn séu varðir náttúrulega töluvert meira umfram það sem að gengur og gerist á einkamarkaði og Sonja jafnvel gengur svo langt að segja að allir opinberir starfsmenn séu rosalega einhvern veginn, þungir yfir þessu en ég vil færa rök fyrir því að ég held að þetta sé bara frábært fyrir opinberir starfsmenn að þetta sé eitthvað sem að mun verða leitt til lykta einfallega út af því að þegar maður að vinna með slæmum starfsmanni sem að augljóslega ekki og ekki í starfi sinu vaxinn að þá það náttúrulega hræðilegt fyrir aðra starfsmenn að þurfa að ganga í störf þess sem að ekki að standa sig í vinnunni og ofanarlag með að við það álag sem að náttúrulega myndast og þetta náttúrulega það sem að ég held að sé eitthvað sem að þurfi að vinda ofan af í miklu meira mæli og líka samhlega þessu að þá held ég að það séu miklu betri forsendur fyrir því að verðlauna þá sem að standa sig í vinnu ef að þeim með þessum svörtu sauðum sparkað. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að muni leiða okkur til betri vegar þrátt fyrir það sé ekki narratífi sem að stéttarlýðsbarátta opinberra starfsmanna að mála þetta upp sem. Og það líka eins og að sé pínu að renna upp fyrir okkur að á undanförnum árum að þá höfum við náttúrulega verið að taka lífskjör að láni og að börnin okkar muni þurfa að borga fyrir skussaskapinn
fólk fer í uppáskrifaðar útlandaferðir í kulnunafríum sem eins og við vitum algjör brandari sem var ekki til fyrir örfáum árum en leitist út í það að vera verða einhvern veginn bara eitthvað tískufyrirbæri sem í dag misnotað af ungu fólki sem nýskriðin á vinnumarkaðin sem að þarf tíma vegna einhvers svona millibils ástands vegna þess að það langar að væla á TikTok eða opna Shopify reikning þar sem að selja rusla á Alibaba á 400% álagningu og þetta náttúrulega eitthvað sem að ósjálfbært en þessi svona kulnunar barátta hefur einhvern veginn verið algerlega, svona gengið ótrúlega hart fram þetta svona tískubylgja sem með ótrúlega sterka lobbyista samhliða því og ég var nú að lesa grein, það var einhver kona hérna í Bretlandi sem hafði einmitt verið fengið upp og skrifa það að hún þyrfti aðstoð heima fyrir og rosalega mikið að bótum á hana en hún nýtti alltaf fjármagn bara til þess að ferðast heiminn og fór til Mexíkó meðal annars og ég hugsaði með mér bara á meðan Bretar kalla þetta bótasvik þá kallum við þetta bara uppáskrifu kulnunafrí þannig að alltaf sér það hver maður að þegar maður spáir í þessu að þetta algjörlega ósjálfbært en eins og ég held að þetta sé að koma hjá okkur maður heyrir minna af því að fólk fari í kulnun enda atvinnuleysi að aukast í ofanálag við verðbólgu og að stýrivextir eru það að hækka þannig að það ekkert svona að vinna með okkur en í það minnsta að þá sér fólk sóma sinn í því að gerast ekki kerfisfræðingar á kulnunabótum og það í það minnsta gott. Ef þú ert með stjörnu í rúðunni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðunni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og lætur klára málið í dag. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvörubón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. En að fara aftur yfir viðtalið við Bjarna þá sagði hann sem að mínum að þetta rétt að staðan væri orðin mjög alvarleg. Sko, ég held að staðan sé það alvarleg núna að það sé fullt tilefni til þess að reyna að skapa svolítið breytt samtal. Og við höfum heyrt vísað í gömlu þjóðarsáttina og ef maður skoðar bara inntakið í þjóðarsáttinni þá það breytt samtal að láta ekki staðarnumið heldur kveða verðbólgudrauginn í kútinn stöðva þessa keðjuverkun sem var í gangi þá, sem við erum að upplifa dálítið núna, það sem verið að hækka skrár og verðtryggja alla hluti og sækja frekar launahækkanir og þessi hópur ætlar að fá meira heldur en hinn af því að það var komið að honum og svo framvegis. Á einhverjum tímapunkti það bara hamra á bremsuna sko og segja, nú verðum við öll að taka höndum saman, fyrirtækin geta lagt það að mörkum að fara í markvissar aðgerðir á kostnaðarhliðsinni að lofa því að leita allra leiða til þess að hagræða og sína aðhaldi í rekstri og velta ekki takmörkuðum launahækkunum út í verðlag. Ríki verður auðvitað líka að skila sínu. Það verður að lofa því að elta ekki verðbólguna með öllum gjaldskrárhækkunum, nota skattkerfi til þess að hlífa þeim sem áþurfa að halda og haldi ekki áfram að auka álögur á fyrirtækin á sama tíma ætlast til þess að þau haldi aftur á sér. Svo við sjáum núna talsvert auknar álögur bæði á fjármálafyrirtæki og á ferðaþjónustuna, þvert reyndar á gefin loforð. Við erum að sjá gjaldahækkanir inn í næstu ár sem að hlaupa á yfir 50 milljörðum inn á tíma fjármálaáætlunar á ári. Yfir 50 milljarðar í ný gjöld á fyrst og fremst atvinnulífið. Það ekki við því að búast ef menn ætla að taka 10 milljarða til viðbótar út úr atvinnurekstrinum
og áskilja sjálfum sér rétt til þess að fá alltaf að elta verðbólguna með allar gjaldskrár, að þú sért að losna út úr vítahring. Ég held að það sé komin tími til þess að við setjumst niður dálítið alvarlega og veltum upp leiðum til þess að við getum sagt ná fram öllum helstu kostum þess sem gert var í þjóðarsáttinni, þar sem að verði samið aðgerðir sem eru líklega til þess að slá niður verðbólguna. Það þýðir mikið kostnaðar aðhald hjá fyrirtækjum og það þarf að vera traust til staðar að fyrirtæki velti ekki út í verðlagið þeim takmörkuðu launahækkunum sem svigrúm fyrir og samið hefur verið nú þegar. Og það þarf að fá ríkið með í þetta og af hálfu vinnumarkaðarins þá þurfa menn að trúa því að þetta geti gengið eftir og það þarf að vera samstaða að ganga svolítið langt í því að ná vöxtum niður. Og sko, núna eitt með þessi orð sem eru sko samtal og sátt sem að Bjarni nefnir hana og ef við byrjum bara á hennu síðanemnda að þegar við erum að tala sátt þá erum við að tala einhvers konar fyrirkomulag þar sem að báðir aðilar koma að borðinu og finna einhvern milliveg á sínum deilum og svona hvernig skuli haldið áfram miðað við þær forsendur sem að fyrir eru. Og það svo sem ekkert athugavert við það að vera að tala einhvers konar sátt og núna hefur einmitt verið fjallað það í Morgunútvarpinu og fleira að það sé verið að leitast eftir því að finna einhverja þjóðarsátt. ASÍ og Finnbjörn eru búin að taka vel í það. En það þetta hitt orðið sem samtal sem náttúrulega svona forgrunnu þess að við erum að leitast eftir einhverju sátt við þetta samningsborð. Og þá geri ég nokkrar athugasemdir við það á hvaða forskrift eða á hvaða forskrift eða undir hvaða formerkjum þetta samtal á að vera. Og því að eins og ég segi þá hafa skattar hérna verið hækkaðir alveg gríðarlega og núverandi stjórnvöld telja ekki bara að það sé mikilvægt að hækka þá enn fremur, heldur líka að þeir tekjustofnar sem að þau kallar náttúrulega tekjustofna sem eru náttúrulega bara skattahækkanir að þeir munu í rauninni hækka og skila tekjum í beinu hlutfalli við þá verðmætasköpun sem til staðar að óbreyttu. Með öðrum orðum að þegar að núverandi ríkisstjórn metur það hvaða tekjur hægt að hafa upp úr því með því að hækka skatta að þá ekki gert ráð fyrir því að fyrirtæki eða einstaklingar bregðist við með einhverjum hætti. Og skattahækkanir hafa tvenns konar áhrif. Í fyrsta lagi veldur það því að fyrirtæki bregðast við með því að breyta sínum rekstri til að takast á við nýjan útgjaldalið og þá farið því það að segja upp fólki, oftast eldra fólki sem búið að vera lengri tíma og hefur svona minni stjætta vitund jafnvel og þá líka ef að það dugir ekki þá minnkuð ákveðin þjónusta sem kannski ekki lengur arðbær eftir breytingarnar og í mjög alveglegum tilvikum þá náttúrulega bara sagt upp starfsemi og hún flutt eitthvað annarkvort úr landi eða einfaldlega hætt. Hins vegar með þau áhrif sem hefur að gera með tekjustofnin sjálfan og þá það fyrirtæki sem þurfa að minnka umsvif og seinka eða sleppa fjárfestingum til að geta aukið afköst til þess að takast á við þennan nýja útgjaldalið. Þetta náttúrulega svolítið eins og að pissi skóinn sinn út af því að ef það ekki fjárfestingar til þess að auka afköst að þá munu þau náttúrulega minnka sem að gera það að verkum að þessi fyrirtæki eru ekki samkeppnishæf og samkeppnisaðilar. Og þetta á eftir að taka mjög skamman tíma þegar að þú minnkar þennan tekjustofn fyrirtækjana til þess að vænka tekjustofn ríkisins. Það sem vandinn við þessar ákvarðanir að ríkið ekkert að gera ráð fyrir því að þessi tekjustofn, það að segja fyrirtækjana og þessi tekjustofn sem á að fylgja þessum skattahækkunum, að hann komi til með að rýrna. Þannig dregur ríkið bæði úr fjárfestingum innan fyrirtækja en fær einnig minna fyrir sinn snúð þegar upp staðið til lengri tíma. Og nú einhverjir sem afgreiða þetta sem eitthvað svona nýfrjálshyggju, raus, en ég myndi segja, kannski fyrir einhverjum árum þá hefði fólk geta afgreitt þetta sem slíkt, sem það mínum að reyndar auðvitað della, en maður hefur svigrúm til þess að taka heimskulegar ákvarðanir þegar það gengur vel og aðrir þættir eru í lagi. En nú erum við að horfa upp á þann veruleika að engir þættir eru í lagi. Svo ég endurtaki, verðbólga hækkar, stýrivextir hækka, atvinnuleysi eykst, verðbólgu væntingar hækka. Það bókstaflega
gert að vinna með okkur og að einhverju leyti það fyrir séð. Þetta það sem að skattahækkanir og handahófskendar hækkanir á opinberum gjöldum skapa og það hefur náttúrulega verið hvað við segja, það hefur orðið ákveðin svona gjá á milli þess hvernig fólk talar fyrirtæki og hversu mikið fólk reiðir sig á þjónustu þess og náttúrulega líka að fyrirtæki skaffi störf. Ég man nú ekki hvernig talan var en það var gerð könnun á viðhorfi fólks til fyrirtæki á mjög svona breiðum grunni á ólíkum sviðum og það kom í ljós að tortryggni gagnvart hinum ýmsu fyrirtækjum var alveg gríðarlega mikil meðal almennings en aftur á móti þegar fólk var spurt út í það hvaða viðhorf það hefði gagnvart því fyrirtæki sem það vann hjá að þá kom í ljós að það bar mjög mikið traust til þess. Þannig að einhverju leyti orðin ákveðin gjá á milli því svona almenningsáliti gagnvart fyrirtækjum og því bara svona hvernig raunverulegt viðhorf hjá þeim fyrirtækjum sem að skaffa þau störf sem að fólk, viðhorf þeirra starfskrafta sem að fyrir hendi eru í fyrirtækinu. Og ég veit ekki alveg hvort að PR-ið hafi klikkað eða hvort að dagskrárvaldið, það hefur náttúrulega verið í höndum þeirra sem hafa hagsmuna af því að ríkið taki ekki bara utan það, heldur utan alla aðra og hafi afskipti af öllu sem að viðkemur mannlegu lífi. En vonandi verða kemur svona í samfloti, þetta verður svona samverkandi þættir að fólk gerir sig grein fyrir því að ríkið getur ekki leyst þín vandamál og að fólk hætti að telja sig trúum að ríkið þurfi auki fjármagn til þess einmitt að vasast í málum allara og mála það upp sem einhvers konar úrlausnarefni. Ég held að þetta mun alltaf koma til með að batna. Pylsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pylsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pylsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort sú ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pylsu eða sú vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pylsu sem ekki frá bæjarins bestu pylsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pylsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. En það sem að mig langar að leggja sérstaka áherslu á hér í dag eru útlendingamálin. Eins og ég nefndi hérna að ofan að þá voru Palestínumenn sem Morgunblaðið hefur haldið fram að höfðu tengsl við Hamas-samtökin sem urðu uppvísir að því að vægast sagt hryllilegri árás þar sem að maður sem var keyrður niður og svo hlaupið á hann og byrjaði að stinga hann. Að þetta var eitthvað sem að gerðist hér á Íslandi og Hamas eða ekki gerir mér allavega einn greiða, ekki reyna að halda því fram að þetta sé ekki nýr veruleiki. Ég held að það sé komið gott af þessari dellu að íslenskir aðilar keyra líka niður fólk og hlaupa það uppi og byrja að stinga það. Og ástæðan ekki sú að ég vilji eitthvað sjá að fólk fari að alhæfa yfir einhvern hóp, heldur bara þvert á móti, því ég tel að það sé engum sem tekst að vekja upp jafn mikla hræðslu, ótta og hatur eins og það fólk sem að segir að hér sé ekkert að sjá að við séum ekki að horfa upp á nýjan veruleika. Því að það sem að hefur verið að gerast hérna undanfarin ár nákvæmlega það sama og gerðist árið 2015 í Svíþjóð. Ég man eftir heimildamynd sem ég átti reyndar erfitt með að finna aftur en það bara situr svo fast í mér. Hún kom út á, þetta svona árunum 2012 til 2015. En þar var rætt við sænskan kennara á svona miðum aldri sem að gerðist uppvísa því að vera að tala áskoranir sem fylgdi því að taka á móti fólki frá Mið-Austurlöndum og þetta áður en að þetta náttúrulega springur út þannig kjölfar Sýrlandsstríðsins sem að hófst árið 2015. En í viðtalinu nefnir hann einmitt að hann segir að kröfur þeirra sem að höfðu komið til Svíþjóðar að viðhalda sínum gildum myndi að endingu grafa undan grunnstoðunum sem að gerðu Svíþjóð að því góða landi sem að það var og gerði þeim náttúrulega kleift líka að taka á móti miklu fólki til að byrja með. Og þegar ég segja að við séum eins og Svíþjóð árið 2015 þá ég ekki að tala út frá fjöldanum þó svo að fjöldin hafi verið mjög mikill hérna og lengi vel
og allt of mikið náttúrulega, en ástæðan einfaldlega svo að ég tel að tengsl stjórnmálamanna við veruleikan sé mjög ábótavant og þrátt fyrir það að þetta hafi breyst hratt núna undanförnum mánuðum og árum, þá breytir það því ekki að viðhorf almennings var mjög, eða orðið sko mjög íhaldsamt fyrir töluvert lengra síðan, mér langar að segja fyrir 3 árum. Þið sjá að hérna að hér stendur að flestum finnist of margir flóttamenn fá hæli á Íslandi og athugið, þetta 2023 og stendur hérna með við síðustu ár telja rúmlega 2-falt fleiri að of mikið af flóttafólki fá hæli á Íslandi. Samkvæmt nýrri könnun, samskonar könnun og hefur verið gerð árlega frá 2017. Orðaræða valdhafa hefur mikil áhrif á mat talsmanns umsækjanda. Orðaræða valdhafa hefur verulega áhrif að mati talsmanns umsækjanda. Algjör viðsnúningur virðist hafa orðið á viðhorfi almennings í garð með við niðurstöðu nýrra könnunar maskinu sem birt var á Vísi í gær. 60% aðspurðra telja að of mikið af flóttafólki hafi fengið hæli sem rétt rúmlega 2-falt fleiri en undanfarin ár. Jafnframt hefur þeim fækkað nærri helming sem telja of lítið af flóttafólki fá hæli á landinu eða 17% aðspurðra. Jón Sigurðsson, formaður félags talsmanna umsækjenda alþjóðlega vernd, telur aðalega tvennt geta útskýrt þessa kúvendingu. Annars vegar töluvert fleiri sem sóttu vernd hér á Íslandi heldur en á COVID-árunum og fyrir þau. Í öðru lagi hefur þetta mikið með umræðan að gera. Og sko, það sem að mér langar líka að koma allir inn á einmitt þetta umtal þessa umræðu og óttastjórnun stjórnmálamanna og blæti. Þú veist, það sem svona í mínum að þetta skrítið í þessu að þarna maður sem heitir Jón Sigurðsson og formaður félags talsmanna umsækjenda alþjóðlega vernd sem svolítið sérkennileg lobbysamtök en látum það svo sem líka milli hluta. En þarna svo sagt stjórnmálamenn sem svona látin líta út fyrir að hafa skapað þetta ástand og þetta í rauninni nákvæmlega sama. Ég man eftir að hafa hlustað mikið á Sam Harris á þessum árum og þetta nákvæmlega sama og var að gerast í Svíþjóð árið 2015 og að stórum hluta þá var þetta náttúrulega alltaf þannig að það voru einhverjir sem höfðu miklar áhyggjur, bæði stjórnmálamenn og aðrir, en það mátti alls ekki heyrast og það var einhvern veginn úrlausnar efni að passa upp á það að ákveðnir aðilar gátu ekki tjáð sig þessi mál. Og náttúrulega Angela Merkel spurði Mark Zuckerberg hvað hann var að gera í því að passa upp á það að það væri ekki verið að gagnrýna það hvernig hún væri að halda utan um útlendingamálin og hann sagðist einfaldlega að vera að vinna í því. Og þrátt fyrir það að það hefði mátt vita að þetta væri algjörlega ósjálfbært ástand og þá var sko ekki heldur einu svona pólitísk eftirspurn að taka ekki á þessu. Það að segja að það var mjög mikil pólitísk eftirspurn að taka á þessu en þessu var einhvern veginn, það var allt kælt niður með einhvernum svona orðum eins og hræðsluáróður og fleira. Og það sem náttúrulega svo sérstakt í þessu að þegar við erum að tala um stjórnmálamenn, sko vissulega geta þeir hnikað til umræðinni þessi mál og þeir geta beitt sér á tiltekinn máta og annað. En þegar öllu á botnin hvolft, þá kýs fólk út frá budunni og það kýs út frá persónulegu öryggi. Það að taka eftir breytingum á sínu samfélagi sem hefur að gera með viðsnúning á öllum þeim grunngildum þess samfélagi sem þú ólst upp í á mjög bara stórum svæðum í þínu landi, að þá það ekki stjórnmálamanninum að kenna að það sé vakin athygli á því. Það ekki stjórnmálamaðurinn sem einhvern veginn tekst að nýta sér þessa krafta til þess einhvern veginn að koma andúð gagnvart þessu fólki. Þú bara að taka á eftir stórkostlegum breytingum á öllu sem viðkemur þínu lífi og fara að sjá fram að það að börnin þín ekki að fara að njóta þess samfélags sem að skapaðist áður en að þú komst í þennan heim. Svo þetta farið út í alls konar hugleiðingar það bara, já, þú veist, hvaða samfélag ertu að tala um? Ertu að tala um Ísland árið 1950, var það svona gott? Ertu að tala um Ísland árið 1990, var það svona miklu betra? Nei, það ekki að tala um miklu betra, en fólk samt að nema ótrúlegar breytingar á öllu sem að við kemur
bara sínu samfélagi. Og hérna er mynd sem að mér þótti áhugaverð, en hún er tekin úr Netto, þar sem að stendur fyrir ykkur sem að eruð bara að hlusta á hana þátt en ekki horfa. Nýtt í Netto, 4.399 krónur kílóið, lambalæri, úrbeinað, nýsjálenskt, halal frosið. Og ég staldraði við og hugsaði með mér, þetta er nýtt. Þetta er eitthvað sem að ég hef ekki séð áður, þetta er eitthvað sem að ég hef ekki upplifað áður á Íslandi og þetta er eitthvað sem að ég hefði ekkert getað séð fyrir bara, örskömmu síðan ef ég á að vera hreinskilinn. En við hvern er verið að tala? Fyrir hvern er þessi auglýsing? Hún er á íslensku, þannig að ég gerir ráð fyrir því að hún sé skrifuð fyrir einhvern sem að er að tala íslensku og talar íslensku. Kannski stendur halal kjöti bara þannig til þess að erlendir aðilar geti metið það að kjötið sé vissulega halal og ég spurði reynda Grokk að því hérna hvað væri halal slátrun og hvort að hún væri þessi stað til dæmis á Íslandi og þá reynda rann upp fyrir mér. Ég var búinn að sjá þessa grein en það var frétt á nútímanum þar sem að stendur Sláturfélag Suðurlands segist ekki merkja halal vottað kjöt á innlendum markaði. Halal vottun á kjöti hjá Sláturfélagi Suðurlands hefur vakið spurningar meðal neytenda, meðal annars framkvæmd slátrunar, merkingar og tilgang vottunar. Í svari fyrirtækisins kemur fram að halal slátrun í slátrun sauðfjár sé í engu frábrugðin annarri slátrun eins og hún framkvæmd á Íslandi. Í svari Sláturfélags Suðurlands við fyrirspurn nútímans segir að óheimilt sé að taka líf kinda hér á landi án deyfingar. Þá er hún svona nota stöngun til þess að rota dýrin og gera þau meðvindalaus á meðan þau eru skorin á háls og deyja af blóðmissi. Þannig að þetta er þessi halalslátrun. Var ekki til kindabissa, voru þær ekki notaðar til þess að deyða dýrin áður en að það var notað farið í það að vinna kjötið. En núna er svo sagt verið að beita halalslátrun, þar sem að þetta er trúarleg aðferð samkvæmt lögum Islam, þar sem að dýrið er aflífað með því að skera það á háls ákveðin hátt. Nefna nafn Allah og tryggja að blóð tæmist úr líkamannum svo að allt kjötið teljist leyfilegt til neyslu fyrir múslima. Múhameðs trúarmenn annast aflífun. Til að uppfylla skilyrði halalvottunar þurfa starfsmenn sem eru Múhameðs trúar að annast aflífununa. Að sögn fyrirtækisins er engin sjáanlegur munur á störfum þeirra og annarra starfsmanna og ekkert sem beri með sér að sýnilega trúar athöfn. Haft er eftir félaginu að viðkomandi starfsmenn segja að þeir hugsi segi í nafni Guðs við aflífununa en að það sé ekki sýnilegt öðrum. Mér þótti bara svo sérstakt. Ég fór aðeins og gruskaði í þessu líka og það var hætt við að nota halalslátrun en án þess að láta okkur vita að það hófu þeir aftur að nota þessi halalslátrun árið 2025. Hlaðvarpið er í samstarfi við Fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á Fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á Fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur Fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og ég veit ekki hvað fólki finnst þetta, en mér finnst þetta bara svona skrítið. Halalslátrun er víða talin svona vera hálfgert dýraníð. Þeir fela sig náttúrulega bak við það að dýrið sé rotað áður en að það er skorið á háls og látið blæða út. Ég veit ekki hvort það sé til einhver fýsileg leið til þess að slátra dýrum. En aftur á móti það er svolítið skrítið að það sé verið að gera trúarathafnir við það að vinna kjöt hér á Íslandi og þetta er bara orðin mjög mikil nýjung. En svo það sé líka tekið fram að þá er það líka gert líka til þess að auðvelda sölu kjötsins til erlendra ríkja í Miðausturlöndum. En
þetta breyting og þetta kemur aftur af því sem ég var að nefna Svíþjóð árið 2015 því til dæmis eins og á Bretlandi þá var viðhorf fólks gagnvart flutningi fólks frá Miðausturlöndum orðin þannig að langflestir Bretar vildu stöðva fólksflutninga frá þeim ríkjum árið 2011 en stjórnvöld gerðu einfaldlega ekkert í því og hafa ekkert gert í því síðan þá með mjög fyrirsjáanlegum afleiðingum og við sjáum nú að stjórnmálin snúast einvörðungu þau mál í breskum stjórnmálum og almennt séð í Evrópuríkjum. Og þá getur fólk spurt af hverju ég þá að benda í þessu samhengi á einhverja litla auglýsingu í Netto. Hún bendir ekkert á að við séum eitthvað komin á sama stað og önnur Evrópuríki og það alveg hárrétt. En þetta hluti af þróun og þetta alltaf þetta skref fyrir skref. Þetta eru þannig svona þessi litlu skref sem að samfélagið tekur ekki eftir og heldur svona sig fyrir kurteisi sakir við ákveðna meðvirkni. Svo þetta skólamáltíðir, þær skulu vera á ákveðin máta, svo þetta orðin svona matarvenjur almennt í svona víðara samhengi og þá svona náttúrulega komið til móts við fólks með því að vera ekki að borða Ramadan og vera einhvern veginn að passa upp á það sé ekki verið að vera með einhvers konar veisluhöld þegar að Ramadan til þess sem þetta koma til móts við hópa. Síðan þetta orðin bænaköll í moskum og það ekki bara fallegt, ég meina hversu mikið truflar það í raun, kröfur dýrahald eins og hunda, þú veist vel að þetta menningarlega frábrugðið þannig að þarf ekki bara einhvern veginn að vera að passa upp á það að vera ekki með hundinn á tilteknum stöðum, getur ekki bara sýnt umburðarlyndi. Svo koma kannski sharia dómstólar, þeir hafa nú ekkert lagalegt vægi þannig að við þurfum ekkert að ágera því þó svo það sé einhvers konar svona innandeilum mál sem eru leyst á þeim vettvangi. Þeir hafa ekkert lagalegt vægi þannig að þú þarft ekkert að hafa ágera því, þetta ekki hegningalög, þess vegna þarf ekkert einhvern veginn að vera að gagnrýna þetta, gagnrýni. Þú þarft náttúrulega bara að passa þig, skilur að vera ekki að gagnrýna islam, ég meina til hvers þarft að vera að gera það augljóslega ít undir hatur, þannig að þú verður einhvern veginn að halda þig út fyrir það að vera að gagnrýna islam. Ég meina það getur líka bara verið hættulegt, þú ert að kynda undir andúð gagnvart þessum hópum, getur skapað núning á milli hópa og fleira, frelsi þitt ríkara heldur en frelsi annar til að móðgast. Síðan koma kröfur það að gagnrýna ekki klæðaburð þeirra sem að vilja ganga í búrku eða með slæðu. Svo kemur upp náttúrulega bara grooming gangs eins og í Bretlandi, þar sem reynt að hilma yfir, jafnvel af þeim sem að tala mest það að uppræta kynferðislegt ofbeldi og það afgreitt sem þetta nú ekki sérstakt vandamál út af því að það náttúrulega hvítir Bretar sem að nauðga líka og þetta alltaf þessi svona skref fyrir skref. Þar sem að kemur einhvern veginn út og við þurfum ekki að vera með neinar kröfur á þessa einstaklinga út af því að við eigum að vera að koma til móts, við eigum að vera aðlaga okkur að því að það núna búum við í fjölbreyttu samfélagi. Við búum við rosa fjölbreytileika sem bara frábær og það algerlega bannað að tala hann í nokkru öðru samhengi. En þessar kröfur alger einstefnugata. Það ekki neitt talað það að neitt þurfa að aðlaga sig að íslenskum gildum. Nei, Íslendingar eiga að aðlaga sig að nýjum veruleika sem fjölmenningarsamfélag sem bara gott og við höfum ekki verið með neinar athugasemdir við það. Hins vegar það fólk sem kemur hingað, við höfum ekki að vera að gera kröfur á það út af því að það búið að vera að upplifa heiminn á svo vondan máta að það væri í rauninni bara ákveðin, svona allt og lítil mannúð í því að vera að gera kröfur á aðra. Jú, við getum gert einhverja svona sérkennilega bæklinga til þess einhvern veginn að reyna að friða í okkur en menningarlega að þá meðvirkni the only game in town. Við þurfum bara einhvern veginn að vera nægilega meðvirk og þá einhvern veginn kemur þetta allt til með að blessast. Aðlögunin alfarið á herðum þeirra sem að fyrir voru og þeir þurfa að gjöra svo vel að koma til móts við kröfur þeirra sem að koma. Þetta heitir inngilding, þetta heitir að koma til móts við hópa, að bjóða velkomin og svo náttúrulega þegar að þetta fer allt í bál og branda þá einmitt vandinn sá að þeir sem að fyrir voru ekki nægilega duglegir í því að bjóða velkomin þannig að það skrifast glæpir sem að eiga sér stað að hálfu þeirra sem að koma frá mjög frábrigðum menningarheimum. Þeir glæpir skrifast líka á innlendu aðilana. Þannig að þetta alveg, þetta all inclusive pakki.
þar sem að þú farið að vita það að þetta er allt þér að kenna. Og nú kann einhver að segja, já þetta nú bara hræðsluáróður, þetta er hatrið, þetta eru öfgarnar. Og því myndi ég svara með því að segja, hverjar eru hinnar raunverulegu öfgar? Hvert er hér raunverulega hatur og hver ber ábyrgð á því að svona í pottinn búið í allri Evrópu? Og þess vegna langar mig líka að hamra þessu punkti að þetta ástand ekki skapað af stjórnmálamönnum. Það er ekki skapað af Sigmundi Davíð, það er ekki skapað af Snorra Mássyni, það er ekki skapað af Stefáni Einari eða Frosta Logasyni eða mér. Eina ástæðan fyrir því að fólk að tala þessi mál í dag er út af því að stjórnmálin brugðust í allri Evrópu og snúast bara þessi mál í dag út af því að fólk hefur áhyggjur af því að við gerum sömu mistök og Evrópa hefur gert síðastliðin áratug með meðvirkni á borð við það að vera með halal kjötauglýsingar í verslunum. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Og mig langar að spila fyrir ykkur stuttmyndband þar sem að Friedrich Merz ræðir einmitt þetta svona sturlaða doublethink vinstrimanna þegar kemur að því að tala feðraveldi og nauðgunarmenningu og fleira í þeim dúr á sama tíma og að ekki sé hægt að gagnrýna tilhögun fjölskyldna og stöðu kvenna meðal múslima. Ich wundere mich immer wieder darüber, das ist jetzt gar nicht parteipolitisch nur gemeint, ich wundere mich immer wieder darüber, wie zum Beispiel die Grünen mit einer unglaublichen Pose für Gleichberechtigung und für Frauenrechte einstehen und dann werden sie plötzlich ganz still, wenn es mal darum geht, mal über das Familienbild im Islam zu sprechen und mal darüber offen zu sprechen, was da denn auch für ein Frauenbild in diesen Gesellschaften teilweise herrscht. So, und darüber müssen wir sprechen. Das müssen wir ansprechen und wir müssen es versuchen zu ändern und das genau versuche ich zu tun. Das gelingt mir manchmal gut und manchmal vielleicht nicht so gut, aber ich denke beim nächsten Mal an Sie. Og fyrir ykkur sem eru bara að hlusta og sáuð ekki þannig textalýsinguna, þá er hann sem sagt að segja þarna og tala einhvern veginn svona þessa áþreifanlegu þögn sem fylgir umræðum græningja í málefnum múslima. sem að auðvitað allir sjá í hendi sér að það er algjör brandari og ég ætla reyndar að spila fyrir ykkur annað stuttmyndband reyndar í gömlum þætti hjá mér þar sem ég ræddi við Þorstein Vaff Einarsson búrkuna sem að mér þótti svolítið skemmtilegt. Hefur þú, út af því að þú ert feministi, tökum bara að þú ert búrkuna sem dæmi. Hvað finnst þér búrkuna sem entity? Ég bara félagslegt fyrirbæri. Ég bara, þú veist, ég nenni ekki, ég nenni ekki að láta veða mér í þessu umræðu, ég bara ætla ekki að hafa skoðun að því, Í alvörunni? Já, ég bara treysti konu til þess að, sem að, þú veist. En þetta er karllægt fyrirbæri, við hljótum að vera sammála það. Já, við getum alveg talað að. Og við veitum hvað gerist, hvað karlarnir gera ef að það er ekki tilbúin til þess að lúta þessum mjög þrönga. Ég meina, sumar vilja vera með búrku og sumar vilja, þú veist, vera, fáklæddar og bara. En þær sem vilja það ekki. Já, bara, en þurfa að gera það. Já, það er náttúrulega hrikalegt að hafa ekki val. Það er ég tek alveg undir það, fólk almennt og konur er að hafa val og við erum ráðið við sínum megin líka með öllum að fara þangað, En búrkan er að vera alveg hulinn alltaf. Já, en það er mjög skrítið val. Já, þú ert að segja það. Ég bara alveg eins og það er bara alveg eins og það er mjög skrítið val innan gæsalappa að velja það að vakna á morgnana, þú veist, og mála sig og skreita sig. Það er mjög skrítið. Það er ekki jafn skrítið. Nei, ég meina, við erum alltaf háð einhverjum lögmálum að því að við búum í samfélagi, við búum ekki í tómi, þannig að, þú veist,
og það bara ótrúlega, við búum ekki í sama heimi þó við búum í sama heimi. Við deilum þessum heimi en það eru svo ótrúlega ólíka kröfur og þær eru kynjaðar og þær tengjast alls konar hlutum sem að ég hef heyrt þig og fleiri svona hægri einhverja aðdúta segja að sé einhvers konar vókismi, að sé einhvers konar svona identity politics og sé koma út í einhverja öfgar og eitthvað, þegar þetta snýst bara í rauninni frelsi, þegar þetta snýst í rauninni frelsi og sé frelsismál en bara ekki frelsismál sem hugnast hægri fólki, að því að í rauninni hægri stefnan svona íhaldsum oft á tíðum mjög þjóðerniskend og tengt svona íhaldsum þjóðernisarmi samfélagsins. Alveg eins og við getum farið inn í Búrkun og við getum farið inn í Ferðaveld á Íslandi og allt sko. En mér finnst bara eitthvað neginn, þú veist. Heldur að hægri fólki sé að hlusta á hana þátt? Það voru svo margir spenntir að þú myndir ekki trúa því sko. Og það þetta sem að mér þykir alltaf svo skrítið í þessu. Og ég veit ekki hvort að þetta sé hræðsla eða áhyggjur af því að leyfa einhverjum íhaldsmönnum að skora stig, en þetta doublethink verður náttúrulega einhvers konar rannsóknarefni framtíðarinnar, eða það bara eiginlega hlýtur að vera. En athugið að sko meðvirknin það sem að veldur því að þetta versnar. Og ég nefni skref fyrir skref því að það þannig sem þetta gerist. Samt þróunin alltaf einhvern veginn sko verri en versti hræðsluáróðurinn var örfáum árum áður. Og það þessi meðvirkni sem langhættulegust af þessu öllu. Því að hún bæði skapar þær aðstæður að þeir sem að vilja aðlagast íslenska samfélagi hafa minni tök á því, en einnig á sama tíma vekur þetta óhug gagnvart þeim sem að sjá augljós vandamál fyrir framan sig sem að þó reynt að hilma yfir með því að binda fyrir augun á fólki og því logið að þetta sé í rauninni ekki að gerast. Og þessi brjálaða meðvirkni það langhættulegasta fyrirbærið fyrir þá hópa sem hingað vilja koma og standa sig vel. Og ekki láta ykkur detta í hug að þetta sé sjálfbært ástand nú í dag. Hér frétt frá BBC þar sem stendur að þýsk stjórnvöld hafa ákveðið að úthýsa 80% af sýrlendingum sem hafa komið undan farin 10 ár. Og ef þið haldið að þetta sé bara einhver svona Rwanda-díll Bretlands, þá það ekki þannig, því hann búinn að gera sérstakan samning við stjórn Sýrlands. Það að segja Friedrich Merz. Og þannig að sko, hann ekkert að grínast með þetta. Og eftirspurn eftir svona úrræðum, þar sem að Evrópuríki munu vilja grípa til miklu harðari aðgerða gagnvart hælisleitendum í álfunni, þetta mun bara koma til með aukast. Og þá segir fólk við mig, býtu, af hverju ertu að líka þessu við ástandið árið 2015? Hlutinir ekki jafn slæmir og við ekkert á sama staði eins og mörg Evrópulönd. Og því myndi ég svara, af hverju ættum við að bíða eftir því að hlutirnir verði jafn slæmir? Hvað fólk í raunin að segja þegar það segir að hlutirnir í hælisleitendamálunum séu ekki í raun jafn slæmir hér á landi eins og þeir í Evrópu? Það til þess að auka meðvirknina? Því að þó svo að ástandi sé ekki jafn slæmt hér á landi, að þá fólk að neita upplýsinga erlendis frá. Við sjáum það sem að gerast í Evrópu. Við sjáum það sem að gerast í Svíþjóð, við sjáum það sem að gerast í Bretlandi. Þannig að þegar fólk að segja við mig að hlutinir nú ekki slæmir hér ennþá. Nei, ennþá. En þetta líka eykur tortryggina. Þið sjáu alveg hvað að gerast á Facebook, þið sjáu alveg hvað að gerast á samfélagsmiðlum. Þetta mun koma til með að margfaldast ef við tökum okkur ekki á í þessum málum. Og ég veit nú ekki hvort ég segja ykkur frá þessu, en ég fór svo satt eins og ég var að nefna áðan helgina til Porto. Og stuttu áður en við fórum í flugið þurfti ég að sækja ETA, en það svona leyfispappír til þess að geta lent í London, en við vorum að millilenda þar í, 2,5 tíma eða eitthvað. Og einn einstaklingur sem ég að þjálfa frá Afganistan. Og hann kom hingað 2023, búinn að læra íslensku og stendur sig mjög vel í 2 vinnum. Og þegar ég sagði honum að sækja ETA til þess að sækja það að millilenda, þá var það bara einfaldlega ekki séns. Það leystist farsælega, en ég talaði við starfsmann utanríkisráðuneytisins og fleiri sem að sögðu mér samt að Afganar fengu einfaldlega ekki að millilenda í Bretlandi. Út af því að þeir þurftu að fara inn í landið og þá myndu þeir bara ekki fá í gegn, og það var þannig. Við fengum ekki að fara inn í landið, þannig að við þurftum að finna aðra leiðir til Porto.
eins og segi, þetta leystist farsælega en sem sagt þegar að Afganar eru að ferðast til Bretlands þrátt fyrir það að vera með pappíra það að þeir ætla ekki að dvelja á landinu að þá það eina sem að býðst þeim að sækja dvalarumsókn, ekki einu sinni að millilenda þrátt fyrir það að vera með miða eins og ég var að segja. Og nú getum við sko pælt aðeins í þessu, hvernig og hvað skapaði þessar aðstæður? Hvað gerði það að verkum að fólk sem að stendur skil á sínu getur ekki einu sinni millilend í öðru landi? Svarið mjög einfalt. Það stjórnlaus meðvirkni með málum á borð við það sem að Morgunblaðið fjallaði á Höfðatorgi varðar hvort það var Hamas-lið eða ekki. Þetta bara nýr veruleiki og allir sjá það. Og ef við getum ekki viðurkennt það, þá mun fólk forherðast í sinni afstöðu til þessara mála. Skotvopn í Reykjavíkurhöfn við bíla sem að kostar 20 milljóna þrátt verið það að þú sett nýkomið til landsins. Nei, ekki af ágjörð þessu. Þetta ekki alvöru byssur og þetta bara einhvern veginn svona fullkomnar eftirlíkingar. Ekkert vera að pæla í þessu. Svo erum við með sómalska leigubílstjóra sem að valda usla með ofbeldisverkum og uppþotum á Keflavíkurflugvelli. Nei, ekki vera að spá í þessu. Þetta bara rasistar á hreyfli sem að vilja halda einhvers konar einokun og þessi myndbönd sem að taxíhandir að birta. Þetta nú bara eitthvað á Twitter og þetta bara rasistar sem að dreifa þessu. Þetta nú ekki áhyggjuefni. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ýsu og steinbít sem að kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Nú mér sá komið Ladies First Taxi. Og ég veit ekki hvort þessi stöð eða hvort þessi einn taxi en þetta allavega taxi sem að gefa sig út að hann sé öruggur fyrir konur til þess að taka leigubíla. Og nei, þetta nú ekkert áhyggjuefni, þetta bara eitthvað sem að fylgir þróuninni, þetta nú bara eitthvað sem að fylgir því að við erum orðin stór ferðamannaþjóð og annað. Og svo hérna kaffistofunni á Keflavíkurflugvelli, henni breytt í múslimskt bænahús við Leifsstöð. Það nú ekkert athugavert, einhvers staðar þurfa þeir nú að vera og biðja. Þetta að sjálfsögðu private property eins og var sagt í fréttinni. Og eins og segi, ég gæti farið með hérna mörg dæmi sem eru álíka en grunnurinn bara sá að þetta og þessi meðvirkni orðin algjör brandari. Og eins og segi, ég veit líka alveg að hatrið að aukast, tortryggnin að aukast, lögreglan hefur sífellt meiri áhyggjur, við sjáum hnífaárásir í strætó, við sjáum augljóst óöryggi í miðbænum, samfélagið hefur einfaldlega ekki grætt á þessu eins og okkur var selt í upphafi. En hver þá lausnin? Hvernig komist við hjá því að þeir sem að hingað hafa komið og leitað í mjög mismunandi erindagjörðum eins og frá stríðshrjáðum löndum en líka frá löndum sem eru alls ekkert stríðshrjáð, hvernig komumst við hjá því að við lendum í því sama á Evrópa? Og það sára einfalt. Það ætti einfaldlega ekki að vera hægt að koma til Íslands og sækja bætur. Punktur. Ef að fólk sækir hæli hér á landi, þá það í boði, en þá þarft þú líka bara að vinna fyrir reyndar laun sem eru margfalt betri en þau laun sem að þú hefðir haft í heimalandinu. Og það takmarkaður fjöldi fólks sem að fara að sækja hérna hæli en það gerir það líka í öðru landi en á Íslandi. Samhliða þessu þá þyrfti að gera samning við ríki sem að sjá hýsingu fanga sem að brjóta af sér hér á landi en ríki myndi bara einfaldlega sjá til þess að 60% af þeim kostnaði sem að færi það að hýsa þá hérlendis myndi fara í það að hýsa þá annar staðar. Þetta örugglega miklu meiri tekjur fyrir önnur lönd sem að eru að hýsa fanga og við myndum ekki þurfa að sinna fangelsmálunum á jafn dýran hátt og við gerum í dag. Og þetta miklu ódýrara, þegar við myndum fá miklu betri fangaverðir sem hafa sífellt meiri áhyggjur af þessu. Það væri að taka lífsýni úr þeim sem það að segja föngum og sjá til þess að þeir myndu ekki koma hingað aftur eftir að vera búin að brjóta af sér. Og þetta myndi líka skapa hvata fyrir þá sem að standa sig vel að hafa gott upp úr því að búa hérlendis.
því að af hverju þetta ekki vandamál til dæmis eins og í Bandaríkjunum? Það bara sára einfalt. Það út af því að fólk getur ekki bara komið, sótt hæli og farið á bætur. Það ekki hægt. Þú hefur ekki það velferðarkerfi sem til staðar hérlendis. Jú, vissulega einhver kerfið, þetta mismunandi á milli ríkja, en heilt yfir þetta ekki nálægt því sem í Evrópu, þar sem að fólk getur einfaldlega verið bara að refugee shopping, eins og það held ég að heiti, þar sem þeir eru bara að hoppa á milli landa til þess að sjá hvað bestu bætunar hægt að fá. Og út af því ég að tala Bandaríkin, þá gerir ég mér sjálfsögðu grein fyrir því að það eru þetta vandamál eins og það sem að varðar hýsingu barna í Minnesota, eins og einhver hafa séð heimildamynd en það bara ekki nálægt því sem að gengur og gerist í Evrópu. En við þurfum að skapa hvata til þess að fólk taki þátt í samfélaginu og besta inngildingartólið að sjálfsögðu vinnumarkaðurinn. Þannig að við værum með því að taka bæturnar einmitt að sjá til þess að fólk myndi taka meiri þátt í samfélaginu. Eina spurningin í rauninni sem við þurfum að svara hvort að við ætlum að læra af Svíþjóð eða að gera sömu mistök og Svíþjóð. Mistökin voru vissulega fjöldinn en hann var líka samt, sem ég reyndar held að sé stærri þáttur, meðvirknin gagnvart ástandinu. En það hægt að leysa þetta og eins og segi, það eru mjög margir áhugaverðir fletir varðar þetta höfðatorgsmál. Nú hefur til dæmis komið í ljós að það á að auka viðbúnað þar, þannig að lögreglan og þá skattgreiðendur sem að fara að greiða það að fara að nýta sinn mannafla og peninga til þess að verja fólk sérstaklega í bílakjallara á Höfðatorgi. Það nýr veruleiki? Kannski ekki. Kannski höfum við bara alltaf verið á þessum stað og við erum bara að búa til eitthvað lögregluríki þar sem við erum með einhver hræðsláráður, en kannski þetta bara nýr veruleiki. Konur þurftu svo ég veit allavega, ekki svona undanfarin ár þurftu að vara sig sérstaklega á ákveðnum svæðum á Höfðatorgi. Og ég gerir reyndar ráð fyrir því líka að það sé hatursáróður að minnast á þetta. En þetta bara orðið mjög skrítið og þetta mun koma til með að versna ef við höldum áfram að hlusta á það fólk sem hefur 100% track record að hafa rangt fyrir sér. En kannski bara að lokum þetta Hamas-mál, eins og ég var að nefna þá fjallaði Moggi náttúrulega það að þetta væri Hamas-liðar og lögreglan gaf tilkynningu að það væri hægt að vefengja það því að ekkert benti til þess að svo væri, en við kynntum samt sem áður að það ætti eftir að rannsaka þetta. Og eins og segi, það verður bara spennandi að sjá nákvæmlega hvað kemur upp úr því. En óháð því hvort það verður Hamas-liðar eða ekki, þá finnst mér að blasa við að við erum á sama stað og Svíþjóð var fyrir rétt rúmum áratug og sérstaklega náttúrulega bara hvað það varðar, hvernig við ætlum að taka á þessum málum, hvað afstöðu við ætlum að taka í málefnum varðar bara okkar eigin lífsgildi og viðhorf almennt sem eins og ég segi og aldrei má gleymast einmitt ástæðan fyrir því að það gott að búa hérna og það eiginlega bara vísa sem aldrei of oft kveðin. Það eru áhugaverðar vendingar. Hún Guðrún Hafsteinsdóttir mætti held ég til Stefáns Einars hjá Solaris hyggjast alltaf kærana fyrir meiðyrði en Guðrún sagði var ummæli vegna aðgerða Solaris á landamærum Egyptalands og Gaza og talandi að hata eigin málstað þá náttúrulega algjörlega galinn afleikur þar sem að nú verum að fá meiri kraft í að skoða þessi mál enn frekar. Ég held að lögreglan muni núna hafa aukna hvata til þess að setja meiri kraft í það að skoða þessi Solaris-mál. Hvernig það mun nákvæmlega lenda verður bara mjög áhugavert en ég ætla bara kannski að kafa aðeins dýpra í það mál núna 50-daginn því þetta var eiginlega bara að koma upp núna þegar ég að taka þetta upp en að lokum, alveg í lokin þá langar mig að spila, ég veit ekki hvort ég hafi spilað þetta myndband áður, það svolítið há tónlist undir en það þetta Christopher Hitchens að tala múslima í Evrópu og hann sérstaklega að vekja athygli á því hvernig hefur verið vegið að tjáningafrelsi í Evrópu einmitt af hálfu þeirra sem eru Múhameðstrúar og eins og segi meðvirknin
gagvart því að gefa eftir tjáningafrelsi held ég grunnforsendan fyrir því að næstum árum munum við sjá einhvers konar styrjöld brjótast út í Evrópu og þá verður mjög mikilvægt að við verum búin að staðsetja okkur á réttum stað til þess að komast hjá því. I'm sure everyone here remembers the assault on the tiny European democracy of Denmark last year. Why was the Danish economy subjected to a campaign of international sabotage backed by not just movements but states? Why were its embassies burned down in countries where demonstrations are not normally allowed? Why was all this? Because its prime minister could not be forced or persuaded to censor cartoons in the afternoon press in Copenhagen because it's against Danish law for him to do this. Right? So, you and I are members of this great profession. Did the Los Angeles Times publish those cartoons? No, it didn't. But I wrote a column in the Los Angeles Times that began, "The editor of the Los Angeles Times will not allow you to see these cartoons." Voila. And went on to argue that it was a great breach of faith with the people of Denmark and with Danish democracy. And that column appeared as one of two I did about this and about the cowardly surrender. It was one of about 5 that did, and I remember it vividly because you and I were in such a small minority. In a media totally dominated now by image, totally dominated by images. It was not considered appropriate to tell the American public, here's a story that's all about the fight over some pictures, but we're not going to show you what the pictures are. Image-dominated press said, no, we're not going to show you. Neither out of solidarity with our Danish colleagues, which would be a good point, or just to show you what the fuss is about. No, they wouldn't. That's either out of fear of the religious, or it's out of fear of offending them, which comes to more or less the same thing. It's blackmail. In the United States of America, in 2006, there wasn't a single member of our profession in a position to make a decision who would stand up for one day to outright blackmail. And people say to me, why do you keep mentioning the extremists? I said, because the extremists are the tail that wag the whole dog. And my profession proves it, and your culture proves it, and you were humiliated by this. And it gets worse. A complete capitulation, a total capitulation, and people say, why do I focus on the extremists? Because the extremists have the initiative, and because, I haven't started yet, who condemned what? I remind you, individual Scandinavians were murdered everywhere from Afghanistan to Nigeria by this historical prearranged campaign. 21 ambassadors from so-called Muslim states. How dare they call themselves Muslim? In what sense is Egypt a Muslim country? You can't denominate a country as religious. Waited upon His Holiness the Pope. Well, and in fact, 2 leading Egyptian newspapers, as I pointed out in my column, did run the cartoons. They're braver than the American papers. In other words, ladies and gentlemen, the barbarians are not at the gate. They're not at the gate. They're well inside. And who held open the door for them? The other religious did. It was the same with Salman Rushdie. When the Ayatollah Khomeini offered money publicly in his own name, without shame, for suborning of murder of a novelist who wasn't an Iranian, who lived in England. A pretty radical attack on what we think we live by, what our Constitution stands for, what Mr. Jefferson, Mr. Paine thought it was worth fighting for. The Cardinal Archbishop of New York, the Chief Rabbi of Israel, His Holiness the Pope, the Archbishop of Canterbury, all condemned what? The novel, the author, for blasphemy. Now get used to this, because you may be living in the last few years where you can complain about it. Because the religious really mean this, you know. They are not just joking. They really mean to abolish everything you care about, and they want to take away everything you love and to destroy everything you have and to replace it with a Stone Age ideology derived from the desert of Palestine in a very bad time in human history. Now, and just because they were there first, they think they own everything, and they think they have the right to tell you what you can think, who you can sleep with, what you can eat, what you can read, and they claim the right to make you afraid, even to read, in the United States of America this year. So I don't want to hear from anybody
that my book says, well, don't judge religion by its extremes. Okay? Don't do that. Og þannig ræðir hann einmitt sko the extremist the whip who wags the whole dog og náttúrulega ástæðan fyrir því að þetta jafn mikið mál og raun ber vitni og út af því að þetta sko, eins og segi, þetta náttúrulega í fyrsta lagi ekki skapað af stjórnmálamönnum heldur þetta tekið upp af stjórnmálamönnum vegna pólitískrar eftirspurnar en eins og ég líka búin að vera að minna á að þá það ekki sko það ekki öfgamennir sem eru hættulegasta fólkið í þessu. Það þetta fólk sem meðvirknin. Hættan stafar langmest af meðvirkninni sem einhverju svona forsvarsaðilar sem eru samt ekkert forsvarsaðilar sem eru stanslaust að krefjast þess að móðgast fyrir hönd annars hóps þrátt fyrir það hafa náttúrulega eins og ég segi ekkert umboð til að gera það og eru aðalega, í svona forsvarsmenn einhvers fólks sem kemur út af því að þeir þurftu að flýja heimili sitt út af ógnum sem og ofsóknum sem stafa í langflestum tilfellum út af þeirri hugmyndafræði sem þessi sömu móðgunargjörnu einstaklingar eru að krefjast þess að verja. Og þetta eins og segi, þetta svo mikil della að maður einhvern veginn á ekki til eitt aukateki orð þetta. Ég umgengst fólk frá Mið-Austurlöndum sem vill aðlagast íslensku samfélagi og það engin fyrirstaða jafn rík eins og það fólk sem neitar að gagnrýna ekki einu sinni búrkuna og eins og segi, hvatinn til þess að aðlagast íslensk menning og sá hvati skapar ekki bara góðu lífskilyrði heldur hann ein og sér grunnforsendan fyrir því að við leyfum næstu kynslóðum að njóta sömu ávaxta sem hafa verið skapaðir af kynslóðunum undan að börnin okkar fá að njóta þessara ávaxta líka og ekki láta ykkur detta það í hug að það sé ekki það sem hér undir. En ég byrjar að tala í hringi, þið verða að afsaka, ég tók þetta í smá törnum út af því að það iðnaðarmaður fyrir utan, ég vonaði að hafa ekki heyrt of mikið í honum en ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag ef þetta var eitthvað svona svolítið loftkent að þá ástæðan svo að ég þurfti að gera þetta í nokkurum atriðum en ég vonaði að hafa það gott ég verð með þátt fyrir ykkur á 5. daginn annars bara standið í lappirnar og þangað til næst